Sæll, Geiri. Sæl, Helga. Heyrðu, það er afmæli í gangi, ekki? Jú. Segðu okkur hérna aðeins frá því. Það er 5 ára afmæli Já. og þannig að við ákveðum að gera eitthvað skemmtilegt með daginn. Tókum svona nokkrar ætem, misvinsæl, en svona heitast ætemi til dæmis, eins og bara Magic Boots eða hlífarnar. Og létum það niður á sama verð og við vorum þegar við byrjuðum fyrir 5 ára síðan. Já. Og hver er munurinn? Segðu okkur nú, hvernig hefur verðið breyst á þessum 5 árum? Það má eiginlega segja, þetta sé bara svona tæplega helmingin, sko. Og er það bara hrunnið? Já, mikið breyting á genginu. Það er náttúrulega að vita það allir sem að reyka eitthvað og sem er verslun eða eitthvað annað og stunda innflutning að það gat enginn neitt við því gert. Nei. Og jafnvel þó að það séu svona eins og við sem erum með álagninguna mjög undir meðallagi. Já. En samt sem að þetta er allavega töluverð lækkun það sem við erum með í dag. En nú sko þó að þessi verslu sé 5 ára, þá er topprættur náttúrulega ekki 5 ára. Nei, topprættur er 25 ára. 25 ára? Já. Hvað varst þú þá gamall þegar að pabbi? Ég var bara mjög ungur, sko. Mjög ungur? Já. Nei, við erum með mitt 24 ára eitthvað svo leiðis. Við vorum á undan kannski í svona 2-3 ár með öðru nafni sem við vorum svona Photogræðis fyrst. Og þá til við fundum þetta nafn og síðan hefur það bara við. Þetta hefur gengið við? Já, þetta hefur allavega gengið þannig að þetta næri að dafna og veitir fullt af fólki vinnu og við erum afar stoltir af þeim stað þar sem við erum á í dag með þetta, sko. Hvað er það svona sem er stoltasta varan ykkar í dag? Hvað er það svona sem hefur verið einkennandi fyrir Doppletter? Ég veit nú ekki hvort það er eitthvað frekar en eitthvað annað. Við reynum að þróa okkur alltaf áfram. Við erum alltaf með alltaf með töluvert í þróun. Það er eiginlega það sem við erum hvað þekktasti fyrir. Það er stöðug þróun í gangi og jafnveg þó við séum nýbúin að hleypa einhverjum nýjum hnakki á stokkunum þá byrjum við á þeim næsta og svo kolla og stundum tekst þessi þróun og stundum tekst hún bara alls ekki. Þá kemur þetta ekki að marka. Við reynum að eyða miklum tíma í þetta og þannig að þangað til að niðurstaðan er komin endanlega. Fyrir 25 ára síðan eða 20 ára síðan þá kannski fór tilraunin fram á kúnnanum. En það er ekki lengur svo. Þau hafa verið að bæta við svolítið mikið fatnaðar ykkur? Það er svona helsti vaxtarbáturinn fyrir utan náttúrulega skal ég segja að það er alltaf nóg að vera í sambandi við hnakka og reyti yfir höfuð. Hlífarnar er náttúrulega geysilega vinsælar og taumarnir og smábótið allt saman. Við vorum með virki sem við erum með hérna í okkar nöggum sem við vorum með mörg á í þróun og það er mikill tilkostnaður við. Við erum afar stoltir af því og það er ýmsir hlutir sem fólk kannski endilega ekki sér sem við erum hvað stoltastir af. Hvað er það hérna núna? Nú er fullt af fólki sem er á síðasta séns að kaupa jólagjafir. Hvað er svona top of your head? Hvað er jólagjöfin í ár fyrir þá sem að... Ég held að sé bara þessi praktísku gjafir hafi vinningin. Ég held að það sé þannig. Reiðbuxur til dæmis, það eru gríðarlega vinsæl jólagjöf núna, alveg svakalega. Samfestingar, skór og svona það sem er mikið notagildi í. Það er mjög mikið finnst mér. Það er ekki þannig að fólk sé að hlaupa inn á götunum og kaupa nýjan hakk til að gefa barninu sinni jólagjöf. Nei. En hvaða til dæmis reiðbuxur eru vinsælastar? Það eru til dæmis þessar sósælbuxurnar eru náttúrulega að hafa vinninginn á þessum árstíma. Sem eru svona, þetta er afar bara mikilvæg vara orðið, myndi ég segja, fyrir alla hestana. Og hlýjar og vatnseldar og allt svoleiðis. Síðan
alltaf þegar kemur einhver svona smá ný, þá það vinsælt að með hana og því stendur. Já. Og þessar buxur höfum þó verið með kannski 2 ár með svona eins og þessi lit á saumum og það rjúka út, það sagt. Já. Eru þetta líka softshellbuxur? Nei. Nei? Það eru bara hérna. Já. Og svo ég meina við erum með 4 mismunandi típur af buxum. Já. En bara eina í softshell. Já. Og hvað er verðið á svona buxum í dag? Softshellbuxunar eru 33.900. Já. 32.900. 32.900 bara fyrir þig sem þú horfður á. Já, sem er að taka viðtalið. Og hinar eru 28.900. Já. Og svo var í dag þessi afmælisafsláttur, hann gilti líka þetta, það var 15% afsláttur á því. Já. Þú veist að segja mér að það geti alveg sverið að við detti niður með einhvern afslátt núna til jóla af einhverju völdu. Ég veistu það, maður veit ekki hvað morgundagurinn byrja skautið sér. Sko. Ég tel að samt sem aður ekki jafn líklegt eins og það sem við gerum í dag. Sko. Nei. Í dag er náttúrulega 5 ára veisla. Já. En náttúrulega maður getur ekkert haft sama verð og fyrir 5 árum. Maður býtur í jaxlinn dag og sér hvað kemur út af því. Já. Það er bara einilega til hamingju með 5 ára afmæli. Já, gæði. Það vantar eiginlega hatt á ykkur og svona. Já. Og við hvetjum bara alla til að drífa sig á stað, kaupa hérna síðustu jólagjafirnar. Það eru bara hestavörur fyrir hestamenn. Já, sjálfsagt. Það er líka, það er náttúrulega búið að vera vinsælt í gegnum árin. Að hestamenn gefi, eða hestamenn fái hestatengda vörur. Já. Og svo verður örugglega áfram, sko. Já. En gæðingurinn verður ekki undir jólatrénu í ár. Nei. Eða hnakkurinn. En eitthvað sem að gleður jafn mikið. Já. Ég ætla að fara að finna eitthvað. Takk fyrir. Sömuleiðis takk. Heyrðu, svona fyrir þá sem að eru fá aðeins stærri jólagjafir. Þá er það þessi hnakkur sem að, er það ekki? Kynntu súkuleginu. Nei, ég ætla að fá að vera með þeim, ég tala við. Þetta er einn af þeim hnakkur sem að, þessi hnakkur til dæmis kostar 199.000. Og ég endur þetta, 199.000. 199. Og það er ekkert á bara tilbúið í dag, það er bara verðið á. Og þarna erum við að reyna að koma móts við hérna þá sem að kannski minna hafa milli handana, einhver síður er þetta mjög vinsæll hnakkur fyrir alla. Já. Hvað heitir þessi hnakkur? Start. Það heitir Start. Ákjóðs og lefu til að byrja. Þetta er bara hið besta tæki, þessi hnakkur. Það má ég orða það þannig bara. Hann er ekki bara fyrir byrjendur, það eru fullt af atvinnuknöpum sem hafa keypt hann líka. Og svo er þetta veita þjónustu á dýrahnöpum líka, alveg upp. Og hvað er dýrast en okkur? 339. 339. Það er dýrast en okkur hjá okkur. Það er nú alltaf sumt. Það er nú alltaf sumt? Það er nú alltaf sumt. Herðu, maður að afgreiða. Það fyllast þetta. Takk.